Já, einmitt, einmitt. Þá enn kominn dagur. Enn einn 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 dagur. Dagur til hvers? Hvers vegna að vakna svona snemma? Það jú svo gott að sofa. Það besta sem ég veit að sofa. Bara sofa. 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 Einu sinni, já, þá átti ég von. Já, ég átti hana. Já, von. Núna á ég einhverja von. Minnsta kosti freista ég þess að eiga hana. Já, hana hlýt ég að eiga. Ég hef ekki gefist upp. Nei, alls ekki. En einhverja von. Á ég einhverja von? Nei, sjálfsagt ekki. Ef ég á einhverja von, þá get ég ekki treyst á sjálfa mig. Það pottþétt. Treyst á sjálfan sig. Hvað get ég svo sem gert? Ekki nokkuð skapaða hlut. Það næstum því ekkert. Og hvað lífið? Já, lífið. Það eflaust bara ég lifandi. Já, það og svo það náttúrulega andstæða dauðans. Það nú merkið. Að vera dauður. Já. Það kannski að vera endanlega horfinn. Eða minnsta kosti að vera horfinn stund. Koma svo aftur. Rísa upp í holdinu. Þú eins og... Því þá í upprisunni, já, þetta hold, þessi hrærlegi líkami að rísa upp, já, rísa upp frá dauðum.
Heyrir einhver að ég segi ha? Sjálfsagt enginn. Þér ætti það svo sem að vera. Ég er jú aleinn, alltaf aleinn. Já, fyrir utan þegar að hún kemur. Ég er aleinn. Ég ligg hérna aleinn. Engir aðrir eru hér. Enginn heyrir í mér. Eða er það kannski ég? Já, þegar ég var ungur sem á að rísa upp. Já, rísa upp frá dauðum. Ha? Svo það hefur verið eitthvað betra. Nei, sjálfsagt ekki. Nei. Það getur nú alltaf verið það sem að upprisa í holdinu felur í sér. Já, að líkaminn, já, sem hefur brunnið til ösku, já, í líkbrennslunni, þannig að hvað heitir hún aftur? Ég man það ekki. Get ekki einu sinni munað hvar líkami minn verður brenndur til ösku. Get ekki munað. Getur ekki verið þannig hugsað. Hugsað? Hvað á ég nú við með því? Eins og merking sé til? Já, merking er aðeins til í samhengi þessa eða hins. Og engin meiri, engin mikil merking er til, en merking sjálfur sér er til. Já, maður veit svo mikið, svo óskaplega margt. Hvað þýðir það? Já, eins og málverk. Málverk getur þýtt svo margt og svo óendanlega mikið. Og tónlistin. Já, Bach, Goldbergs tilbrigðin, Matthíasar Passían. Já, þess konar er jú einnig til. Já, og þá, kann einhver að hugsa, já, að það sé hluti af mikilli merkingu. Já, og þá finn ég, vesalingurinn, sé líka hluti af merkingu. Já, einfaldlega vegna þess að ég get upplifað, ég get fengið með mér eða hvernig að segja hafa tilgang. En maður sér ekki, heyrir ekki, er þá til tónlist
Já, Bach, Bach þá til? Já, auðvitað var það. Hvers konar spurning þetta? Þó enginn spili tónlist eftir Bach, hún jú til. Það þýðir ekki að hugsa svona eins og ég. En hugsa, einmitt það að hugsa, þannig að hugsa, einmitt að hugsa, ég hef aldrei kunnað að hugsa. Ég verð víst eins og alltaf að fara með mitt faðirvor. Hvers vegna það? Hvers vegna þarf ég alltaf að fara með faðirvorið? Rómsa upp þessum orðum í ganginn enn. Hvers vegna sit ég hér hvern einasta morgun en faðirvorið? Það er kannski vegna þess að það er ekki til. Hvað? Hvað er ekki til? Hvers konar merkingarlausa tal er þetta? Hvað er ekki til? Pater noster. Hvað er vorið? Kannski vegna þess að jörðu ertu komin
og jörð skaltu aftur verða. Já, svo satt, að ösku skaltu verða, að ösku og mold. En hvað? En ég þó svo miklu meir en bara aska, þrátt fyrir allt. Og það sem ég nú það getur ekki bara horfið og orðið að engu, orðið að ösku. Og það nú einmitt það sem verða. Verða að jörðu, verða að ösku, verði vindur, verði andi. Og nú þarf vísast andinn að reyna hvort hann getur komið sér á lappir. Kannski það. Svo dey ég fljótlega á engu til eins. Mætti ég nú heldur deyja bara snarlega. En ég vil ekki deyja. Nei, því að ég veit ekki hvað það þýðir að deyja og þess vegna vil ég það ekki. Nei, ég lifi, já, og ég vil lifa, já, þrátt fyrir allt, já. Jæja. Þetta gekk bara vel. Þannig að það. Og svo vorum við þar. Já, í dag og við vorum
hér. Já, svo maður að ganga aðeins, ganga aðeins svona, ganga aðeins fram og tilbaka. Svona eins og maður getur gengið, aðeins svona fram og tilbaka. Já, sko, já, þetta gekk nú vel. Nú þá get ég sagt já, þegar hún kemur og spyr mig hvort að ég hafi gengið nokkur skref í dag. Já, get ég svarað. Hefur þú gengið nokkur skref í dag? Spyr hún. Já, svara ég. Því máttu trúa. Svara ég. Það var nú gott, segir hún. Já, það geri ég jú alltaf. Já, ég segi að ég hafi tekið nokkur skref. Hendir að ég skrökvi svolítið. Það því nú ekki að neita, en í dag get ég þó sagt það, já, með sanni get ég sagt það, já, að ég hafi tekið nokkur skref í dag. Já, og það nú gott. Já, svona maður gera þetta. Gangaði svona fram og tilbaka. Já, svona, þetta maður getur gengið. Svona, já, svona, þannig á að gera þetta. Já, þannig á að gera þetta. Það hjálpar að ganga svolítið, hreyfa sig. Já, það svo birti aðeins yfir sinni. Já, bara þetta, taka nokkur skref. Já, því nú ekki að nauta, ég er nú orðinn svolítið stirður og stífur og gemelminni, öldungur. Já, en hvað vorið? Já, ég er nú alltaf vanur að fara með faðirvorið eftir að mér hefur tekist að setjast hérna upp á rúmstokkinn, en ekki í dag. Nei, já, hvers vegna gerði ég það ekki í dag? Já, það var kannski vegna þess að ég var að hugsa þetta upprisu holdsins. Hver hefur eiginlega sagt að þannig ætti að vera? Að holdið muni upprísa. Vor Herra Jesús Kristur? Nei, hann sagði það ekki. Nei, örugglega ekki. Já, það má alveg segja það. Vor Herra Jesús Kristur. Hver var það þá? Hver sagði það? Hver fann upp á því? Segðu, hann? Já, hann. Hann vor Herra Jesús Kristur. Já. Hann sagði mitt ríki er ekki af þessum heimi. Já, sem sé ekki af þessari holdlegu veröld. Hann sagði, Guðs ríki er í ykkur.
Þess vegna eitthvað inn í mér sem verður því ekki að ösku. Nei, verður að jörðu. Að jörðu ertu komin að jörð skaltu aftur verða. Já, svo satt að ösku og mold. Já, þannig það. Já. En svo satt sem það þá það samt sem áður ósatt. Já, því inni mér, innst inni mér eitthvað sem ekki af þessum heimi og hverfur því ekki alveg í þessum heimi. Já, þannig það með þetta mál og Bach, Goldbergs tilbrigðin, Matthíasar Passían. Já, það hefur kannski eitthvað með þetta sama að gera því að tónlistin, hún bæði í þessum heimi og hún það ekki. Kannski. Hún spyrji mig ekki þegar hún kemur börnin mín. En það gerir hún jú alltaf. Frá þeim, börnum mínum, þeir ég aldrei neitt. Þess vegna veit ég ekki, auðvitað ekki, hvernig gengur hjá þeim. Ég á mörg börn, en aldrei heyri ég neitt frá þeim. Það nú merkilegt að þau aldrei. Það hlýtur að hafa verið vondur pabbi. Hlýtur bara að vera. En verið eiginmaður, sá sem ekki var hægt að búa með. Þrisvar sinnum var ég kvæntur og þrisvar sinnum skildi ég. Enginn þeirra sem ég var kvæntur hélt það út með mér. Þær sögðu alltaf að ég var aldrei með þeim, ekki raunverulega, ekki alvöru. Ég var bara í mínum eigin heimi, bara þar. Ég væri bara í málverkinu, ég sagði ekkert annað en það, bara málverkið, ekkert annað, bara málverkið. Já, það var nú sennilega rétt fyrir sér í því sem þær sögðu. Það var það nú sennilega. En alltaf skal hún spyrja börnin. Gerir hún það til að plaga mig? Hún vill mér ekki vel. Satt skal segja, vill hún mér illt. Það illska sem kemur til mín. Verður hún sem kemur til mín minn dauði. Nú kemur hún bráðlega. Hún kemur jú alltaf, hverjum degi. Hún engill, segja þeir. Engill, góður engill, vondur engill. Hún með stór brjóst
kemur fljótlega. Engill með stór brjóst. Og það nú flott. Ég nú hlýtur að skilja, ég vil ekki að hún spyrji börnin. En alltaf skal hún spyrja þau, bara þau. Hvernig hafa börnin það? Hafa börnin það ekki gott? Getur hún ekki hætt því? Akkur þarf alltaf að spyrja börnin, ekkert nema það. Það það. Þetta gengur ekki. Já, svo spyr hún líka konurnar, já, þær konurnar sem ég var giftur, já, og líka það og, nei, þetta gengur ekki, það gengur ekki að lifa svona. Ég vil vilja alltaf að sama. Ég hefði svo gjarnan vilja. Svona og gera þetta, svona og gera þetta, svona og gera þetta, þetta gekk nú bara vel, svona voru maður að ganga aðeins, svona já, fram, og tilbaka, svona já, gaktu, svona já, þannig á að gera það, svona já, gaktu, áfram með þig, ekki hugsa, svona áfram, svona gaktu maður, svona, já, svona já, svona á nú að gera þetta. Svona að gera þetta. Ég sóaði lífi mínu, þessar myndir, þessi málverk og ekkert annað. Bara það, ekkert nema málverkið, ég sá ekkert annað en það, bara málverkið, ekkert annað, bara málverkið og ég vissulega sagt, ég hafði minni áhuga á börnunum mínum og konunum og það var bara vegna þess að ég var bara í málverkinu, ég sá ekkert annað en málverkið, bara það, ekkert annað. Það sögðu þær að minnsta það fóru frá mér. Við nú eftir annari. Það var satt. Var það þannig? Nei, það þýðir ekkert að tala það þýðir ekkert. Þannig var það. Ég var bara í málverkinu, ég sá ekkert annað en það. Bara málverkið, ekkert annað. Og börnin mín, þau sáu sannlega ekki mikið af mér þegar þau voru að alast upp. Satt er það, já, en það var bara vegna þess að ég málaði og ég málaði. Ég gerði ekkert annað en það. Ég málaði hvert málverki á fætur öðru. Aftur og dag eftir dag og viku eftir viku og mánuð eftir mánuð og ár eftir ár. Nú hvorki get ég eða vil ég mála lengur. Það er vegna þess að hendurnar á mér þær skjálfa svo mikið og sjónin hún er orðin léleg og hugsunin, já, svo það sé nú sagt. Já. Og alla myndirnar sem ég málaði, öll málverki sem ég málaði, hvar eru þau nú? Já, ég má nú bara spyrja, það veit enginn. Nei, auðvitað veit enginn neitt um það.
En ég málaði myndir og ég seldi myndir. Já, og ég veit hvar sum málverkin mín eru. Já, það eru á góðu safni, á vænlegu safni, já, í flokkum, í gæðaflokkum. Æ, það þýðir ekkert að hugsa þetta, svo gæfulegt, það þýðir ekkert að hugsa þetta, alls ekkert, ekkert. Ég nú ekki bráðum að koma. Æ, er ég nú orðin svona vitlaus að ég geng hér og bíð eftir því að hún komi. Já, hún þessi sem alltaf að spyrja börnin mín. Bara til að vera erfið að hún gera það. Já, því hvað var það hann það, hvernig mínum börnum líði? Segir sig sjálft. Hann var það bara ekkert það. En eitthvað verður maður nú að spyrja Já, það getur oft verið erfitt að finna eitthvað til að spyrja Já, svo það sennilega þess vegna. Þegar hún í hvert skipti sem hún kemur, í hvert einasta skipti sem hún kemur, þá spyr hún börnin, bara þau. Hvernig hafa börnin það? Hafa börnin það ekki gott? Svona heldur hún áfram, aftur og dag eftir dag, viku eftir viku, mánuð eftir mánuð. Og ár eftir ár. Og svo spyr líka barnabörnin. En þá þegi ég bara. Já, á ég barnabörn eða á ég þau ekki? Ég veit það ekkert. Mér varðar ekkert það er enginn sem hefur sagt mér neitt það að minnsta kosti. Annarkvort á ég barnabörn eða ég á þau ekki. En það skiptir ekki máli. Nei, það skiptir bara alls engu máli. Nei, það skiptir engu máli. Nei, það skiptir alls engu máli. Það skiptir engu máli. Skiptir alls engu máli. Nú hlýtur hún að fara að koma. Já, nú hlýtur hún að fara að koma. Já, og hún kemur bráðlega. Já, eftir augnablik þá er hún komin og hún kemur. Hvað er ég að tauta þetta? Hún kemur ef hún kemur og hún kemur þegar hún kemur. Það ekkert eins og ég hafi verið eitthvað spenntur fyrir að bíða eftir komu hennar hingað og hlusta á tautið í henni sem þýðir auðvitað ekki neitt. Nei, ekki nokkurn skapaðan hlut, ekkert. Svo spyr hún líka mæður barna minna. En þá steinþegi ég. Já, segi ekki neitt. Víst það. Svo annað. Svo það þriðja. En frá mér kemur ekki orðum þær sem ég var giftur. Hvað var það hana líka vit mæður barna minna, hjónabönd mín, þessi svokölluðu hjónabönd. Það segir sig sjálft, hana var það ekkert það, ekki neitt, nei, ekki. Enginn hélt það út að vera með mér. Svo einfalt er það. Enginn. Svo var ég aleinn. Það hef ég verið síðan.
En hvað það, ég hef þó ávallt haft málverki mín, myndirnar mínar ég hef haft málverki mín og myndirnar mínar, þannig að það má alveg segja það að ég hafi verið, ég og með litunum og ég og svo datt mér nú í hug að ég skyldi verða trúaður maður. Á vissan hátt, á minn hátt. Þá var ég það. Ég fór í messu. Það gerði mig gott. Það gerði það. Svo slæmur í fótunum. Það var strit en hvað var ég að tala og svo bara svo en nú hlýtur hún að koma fljótlega. Hlýtur að vera. Já, hún hlýtur að fara að koma. Já, og eftir augnablik þá verður hún komin. Já, og hún, hvað ég að tauta þetta? Hún kemur, ég er eitthvað spenntur fyrir því að bíða eftir komu hennar hingað. Nei, það hef ég aldrei verið. Nei, og hlusta á masið í henni sem þýðir auðvitað ekki neitt. Nei, alls ekki, Nei, nú get ég ekki meir. Ég dey, ef við skiljum ekki. Ég vil vera ein. Þú bara í þínum eigin heimi. Hugsar ekkert annað en það, bara myndirnar þínar, bara málverkin, ekkert annað, bara í málverkinu. Hugsar ekkert annað en það, ekki málverkin, börnin þín, hugsar ekkert börnin þín. Þú fer aldrei út. Þú bara í málverkinu, ekkert nema það, bara málverki, sérðu ekkert annað en málverki, bara það. Ef við skiljum ekki, þá verð ég sjúk. Dey ég. Og móður mín, hún þoldi mig aldrei. Eða kannski þegar hún var orðin gömul, þá þoldi hún mig, svo lítið. Eða var það kannski ég sem þoldi hana ekki. Svo liðu árin. Áfram liðu árin. Árin líða, áfram líða árin þau líða. Og svo lífið búið. Þetta var þá lífið. A heap of broken image. Corpus Christi. Þú. Ég get svo sem sagt að alltaf það sama. Hvernig hafa börnin það? Hafa börnin það ekki gott? Ég skil ekki hvað ég sá við þig. Mér býður við að sjá við þig. Hvað sá ég eiginlega við þig? Sérðu ekkert nema málverkið, ekkert það. Ekkert annað en málverkið. Börnin þín, hugsar ekki neitt börnin þín. Bara í málverkinu, ekkert annað, bara það. Bara málverkið. Þetta svona alltaf það sama. Þeir ekki bráðum að koma. Svona þetta bara, alltaf það sama. Þeir ekki bráðum að koma. Þetta svona ekkert annað en það. Ég ekkert annað en þorskaus. Fjandans. Nei, við skiljum ekki. Þú ert
hugsar ekkert mig. Með sér þín eigin börn eru ekki í huga þínum. Já, satt það. Hví skyldi þeim þá vera umhugað mig? Hvernig hafa börnin það? Hafa börnin það ekki gott? Hvernig með barnabörnin? Hvernig gengur hjá þeim? Svona heldur hún áfram aftur og en hún man sennilega ekki frá einum degi til annars hvað hún talar hvað hún spyr mig og það sennilega þess vegna sem hún sí og æ í hvert skipti sem hún kemur, í hvert einasta skipti sem hún kemur, þá spyr hún börnin mín, bara þau, bara börnin. Hvernig hafa börnin það? Hafa börnin það ekki gott? Alltaf það sama en ég spyr ég hana nokkurs? Nei, ég hef engan rétt á að gera það. Nei, ég spyr hana einskis. Jú, ég segi velkomin, segi ég þegar hún kemur. Vertu velkomin og takk, segi ég þegar hún fer, takk fyrir komuna, takk kærlega og bless, segi ég og hún segir bless. Og málverkin mín, öll málverki sem ég málaði og ég seldi fyrir ekkert, en núna seljast þeir fyrir stórar upphæðir og eru á stórum söfnum og ég vitað sem að kalla þeir mikill listamaður. Hvorki get ég eða vil ég mála lengur. Vegna þess að ég kann ekki lengur að mála. Það er vegna þess að ég hendurnar þar skjálfa og sjónin, hún er orðin svo léleg og hugsunin, það er svo fæturnir. Ég geta ekki borið mig lengur. Það er svo Guð hafi yfirgefið mig. Nei, segi nei, Guð hefur ekki yfirgefið mig. Nei, Guð hefur aldrei yfirgefið mig og ég hef aldrei yfirgefið Guð. En í dag þá gleymdi ég að fara með faðirvorið. En ég er þó alltaf vanur að fara með faðirvorið á ég fyrir á fætur. Já, jörðu, ertu komin, að jörð skalt aftur verða. Einmitt. Já, það er nú einmitt það sem mun verða. Að ösku skaltu verða, að ösku og mold. Já, látum okkur nú sjá. Svona. Þetta gekk vel. Þetta gekk allavega betur en oft áður. Og nú líður mér betur. Nú líður mér vel. Það hefur nú oft gengið betur. Það vill nú oft ganga vel, en í dag þá gekk það ekki vel en það vill oft ganga erfiðlega. En í dag þá gekk það vel. Og það hefur nú getað gengið betur, en það vill nú oft ganga vel. En svo... Kemur hún fljótlega?
því það þannig var að ég sitji bara hér og bíði eftir henni. Nei, ég bíð ekki eftir henni. Nei, ég bíð aldrei eftir henni. Nei, og hlusta á masið þínu. Mátti ekki detta, mátti ekki enda á gólfinu, mátti ekki detta. Þetta segir hún, það sama, aftur og svo, hvernig ertu í fótunum? Já, og svo segir hún, mátti ekki detta, mátti ekki enda liggjandi á gólfinu, mátti ekki, og það nú einmitt það sem þú vill. Já, að ég endi þar, ég liggi þar, dauður á gólfinu. Það er hennar heitasta ósk, að ég endi þar, liggi þar, deyi þar. Það skiptir svona engu hvers hún óskar ekki, hvað hún vill og hvað hún vill ekki. Í dag þá gleymdi ég að fara með faðirvorið. Ég nú alltaf vanur að fara með faðirvorið. Já, eftir að mér hefur tekist að komast inn og setjast upp á rúmstokkinn en ekki í dag. Í dag þá gleymdi ég að fara með faðirvorið. Getur þú alltaf farið með faðirvorið? Nei, væri það ekki óráð? Jú, víst var það óráð. Já, og það sem ég haft að trú, það er horfið út í bláinn og því þá að vera að byrja faðirvorið, það er nokkur ástæða fyrir hlutunum, hægt að segja, segðu það! Faðirvor, þú sem ekki þinna, tilkomið þitt ríki, verðið þinn viljið, svo að jörðu sem á henn, gefast dag og tal, fyrirgef oss, skuldunautum, eigi leið þú oss í friði. Amen. Corpus Christi, gef oss þinn frið. Pater Noster, gef oss þinn frið. Gef oss þinn frið. Pater Noster, sies in silis, Ananokis Pachem, gef oss þinn frið. Pater Noster, yes, in silis,